Já, gott kvöld, góðir áhorfendur og verið velkomnir hér í loka útsendingu á fjórða tímabili GTS Æsland, vetrar og vor tímabil 2020-2021, svolítið uppgjör á því núna. Daniel Rúnar Jónasson heiti ég og með mér er hann Birgir Júliusson, blessaði Birgi. Hælur og blessaður, takk fyrir að hafa mig. Já, takk fyrir að koma. Hvernig leggst þetta kvöld í þig? Bara mjög vel, búið að vera góður dagur og lítið að fá smá rigningu og svona. Já, og með okkur er hann Guffi sjálfur, sá sem að stofnaði GTS Æsland og heldur utan þetta allt saman. Hann ætlar að svona stýra þessar útsendingu svolítið með okkur og tala tímabilið, hvað gerðist og hvað breytingar urðu, hvað breytingar verða, hvernig næsta tímabil verður og að lokum munum síðan tilkynna hvaða braut verður til tímatöku fyrir næsta tímabil á tier 1 og 2. Blessaði Guffi. Já, blessaði strákar og góða kvöldi. Það er gaman að vera komin aftur hérna með ykkur í annað skipti. Þetta verður nú svona með svipuðu formi bara því sem að horfðu þá við vorum með svona umræðu þátt í desember til að gera upp fyrir hlutan á tímabilinu, þannig að þetta verður svona bara með svipuðu sniði. Við ætlum að kíkja á hvernig tier 2 og tier 3 fóru á vortímabili og hvernig tier 1 endaði. Þannig að það er og í þessum tölu orðum að þá er ég áttum á því að þegar ég er í fartölunni þá er ég ekki með skjalið hérna hjá mér, þannig að ég ætla rétt að ná í það hjá mér á dræfinu. En það er, já, við náttúrulega erum hérna að fylgjast með YouTube-inu líka, þannig að ég sé að Hilmar Veigar er mættur í chatið. Spyr hvort að megi join þetta lobby. Já, það ekki bara. Ég held það nú. Þetta er bara opið lobby, við megum endilega koma inn og keyra, þetta er bara ekki stilt á neitt, þannig að það er hægt að keyra hvaða faratæki sem er hérna. En já, þannig að við ætlum að rúlla eins yfir þetta og svo eins og Danni var að segja, þá ætlum við að fara yfir þegar við erum búin að kíkja yfir deildirnar, þá ætlum við að skoða hvað er að fara að breytast á næsta tímabili og síðan verður þá formlega tilkynnt tímatöku uppsetningin fyrir næsta tímabil. En við skulum bara byrja á, ég er náttúrulega að dema frá alltaf síðan loka stöðum, ég finn upp bara með þar. Þannig að ég ekki bara byrja í tier 3 og halda áfram síðan upp. Jú, endilega. Það er bara hljómar eins og fullkomið plan. Tier 3, náttúrulega í tier 2 og tier 3 og þá er búið að keyra núna heilt tímabil í viðbót. Þetta er ekki eins og í tier 1 þar sem að við erum bara fyrir á seinni hálfleik. Og loka staðan á vortímabili, þið getið alltaf séð þetta inn á gtsisland.com og það ég uppfæri alltaf stöðuna og það allt saman. Þannig að það var hann Stefán G. Sigfússon sem kom sá að sigraði bara nokkuð örugglega. Hann endaði með 162 stig á móti 120 stigum hjá þeim næsta og var með afgerandi bestan árangur í tier 3. Það keyrði allar 8 keppninnar, sigraði 4 og var á pódium sérst á verðlaunapalli í 7 af 8 keppnum. Þannig að hann er vel að þessum sigri komið verður að segjast og verður forvitnilegt að vita hvort hann ætla hvað hann ætla að gera. Hann fyrir sigurinn er hann búinn að tryggja sér öruggan keppnisrétt í tier 2 þegar nýtt tímabil hefst í haust. En svo náttúrulega verða þessar tímatökur og það verður mjög gaman að sjá hverjir ætla að reyna að ná sér í sæti í tier 1, en hann getur allavega gengið að því vísu að komast í tier 2 ef hann kýst það frekar eða nær ekki inn í tier 1. Annað sætið í tier 2, það var hann Gunnlaugur Þorgeirsson, Gingstar. Hann tók líka þátt í öllum 8 keppnunum, endaði eins og fyrr sagði með 120 stig. Var á verðlaunapalli í miklu meirihluta, hann var í 5 keppnum af 8 var hann á palli, hún eldi sér í einn ráspól líka. Hann var flottur árangur í honum. Og svo var baráttan þriðja sætið var ansi hörð. Það var hann Ívar Eyþórsson sem náði því með 110 stig. Hann var líka það voru ekki margir í tier 3 sem keyrðu allar 8 keppnirnar en hann var einn af þeim líka. Og það sjálfsögðu alltaf að skila sér í auknum stigum. En það var hann Davíð Rúnar sem kom inn svona miðju tímabili og sýndi mjög góða takta. Hann
keyrði 5 keppnir, náði 4 ráspólum og 4 verðlaunapöllum og 2 sigrum og hann endaði ekki nema 2 stigum fyrir aftan Ívar. Þannig að hann mátti ekki miklu minna þar og svo var hann Ólafur Grans, ég er ekki alveg viss hvernig ég á að byrja þetta fram, sem endaði þar fyrir neðan með 160, þannig að þetta var alveg til lok tímabilis mjög hörð barátta þarna síðasta sætið á pallinum, ef við segjum svo. Já, þetta búin að vera alveg frábær frammistaða þarna hjá þeim hjá TR1 og þeir eru ekki að gefa neitt eftir á TR3, já. Þeir eru ekki að gefa neitt eftir á okkur í TR2 og svo ykkur í TR1 líka, sko. Nei, nefnilega ekki, sko. Þetta er fullt af hörku talent þarna í TR3 og ég er mjög spenntur að sjá hvernig tímatökurnar fara, því það er alveg slatta sætum laus í TR2 og það er að verða nokkur sæti laus í TR1 líka, þannig ég er mjög áhugasamur að sjá hverjir ætla að reyna við TR1 og ég vona að það verði fleiri en í fyrra, því að í fyrra þá var þetta bara rétt handfylli af keppendunum sem að reyndu við TR1. Í fyrra var þetta náttúrulega sér tímataka fyrir TR1 og önnur tímataka fyrir TR2 á meðan þetta verður bara eitt sesjón núna, eða sem sagt sama kombo fyrir báðar deildirnar. Þannig að þetta verður mjög forvitnilegt að sjá og það er alveg klárlega talentið þarna til þess að gera allir bara af TR1 líka, sko. Þannig að það verður mjög gaman. Þetta voru 22 keppendur sem að tóku þátt í að minnsta kosti einni keppni í TR3 á vortímabilinu. Og nokkrir sem að keyrðu bara eina keppni og sáust svo ekki aftur. Þannig að þetta er bara náttúrulega TR3 er opnað deildin hjá okkur, ja, kannski ágætt að snerta aðeins á því svona fyrir ef það er einhverjir hérna að horfa sem að hérna er ekki mjög kunnugur því sem við höfum verið að gera, þá erum við með 3 deildir. Það er TR1, TR2 og TR3 og TR3-deildin er í raun opin deild þar sem að ef þú ert ekki að keyra í hinum tveimur þá getur þú tekið þátt í TR3. Þetta er svona deild sem er hugsuð sem fyrir þá sem eru kannski ekki alveg tilbúinir í að skuldbinda sig í einhvern x tíma og vilja bara geta komið og tekið keppnir þegar þeim hendar og einsleika fyrir þá sem að náðu ekki í gegnum tímatökur. Þannig að þetta er svona, bara opin deild fyrir alla sem að hafa áhuga. Ég er að kíkja hérna á chatið, ég sé Jónas er mættur hérna, blessaði Jónas, og Hannes er hérna líka, við hefum nú heyrt í honum reglulega með mér í TR2 og TR3 útsendingunum. Eva er mætt hérna líka, blessuð, og Gunnar Ágúst var að detta inn. Við erum einmitt að tala um TR3 sem að Gunni var að koma mjög sterkur inn í TR3 en síðan bara þurfti hann að ná hann keyrði 4 keppnir og hann bætti sig með hverja keppnir og endaði 4. keppnin á verðlaunapalli og síðan hefur hann ekki að keyra meira út af bara vegna annað í vinnu og það hefur verið gaman að sjá Gunna rífa sig upp listan. Við vonumst til að sjá hann aftur bara í tímatökunum og sjá hvað hann gerir. Já, nákvæmlega. Ég er hérna komin út á braut núna og er á M6-inu mínum hérna, fallega Gulf Livery M6 og er að spila með stýripinna. Já. Það er ekkert svo hlaupið að ég gera það og ég er að spila í sama sjónarhorni og Biggi keyrir allar TR2 keppnir. Með vel á því. Aftan á bílnum. Þriðju persónu. Já. Kannski bara kem á bílinn líka. En hvað svona, þið fylgdust nú eitthvað með TR3 líka. Hvað fannst ykkur ef að, hvað kom ykkur mest á óvart? Hvaða keppandi myndið þið segja? Tímarnir sem summi voru að taka þetta var alveg bara kom alveg fyrir þetta á betri tíma en við vorum að ná í TR1 og TR2 sko. Já, það var alveg maður sá það á tímatökunum og svona, það topp tímarnir í svo ráspólstími í TR3 og TR2 var bara mjög oft ekkert ósvipaður. Akkurat. Og eins og náttúrulega þegar að koma eftir vetrartímabilið þegar við fengum nokkra yfir í TR2 og TR3. Alveg sko, það voru bara langt á undan manni sko. Já, það var einmitt sko, mér fannst svona, ég er náttúrulega með svo mikið skammtíma minni að ég man ekkert eftir fyrra tímabilinu, ég man bara eftir seinna tímabilinu. Og á seinna tímabilinu þá var bara Davíð Rúnar og Stefán alveg sko
með yfirburði, sko. Það var alveg Já, þeir svakalegt voru- að fylgjast með þeim þarna og það eru ökumenn sem að ég var til að sjá fara bara beint í Tier 1, sko. Ég veit, sko, já. Já, það eru dræverar sem að þeir voru í svolítið sérflokki í Tier 3. Að vísu fengum við nú hann Kristján Einar inn í eina keppni líka. Já, Hann endaði sitt tímabilið með alveg nokkuð skemmtilegt rekord. Hann tók eina keppni, hann var með 1 sigur og 1 hraðasta hring. Hann já, var einmitt í, ég hörku bara, hann var á Spa Já, í hann er rigningunni. náttúrulega einn af fáum sem að hefur örugglega keyrt flestar af þessum brautum sjálfur, sko. Á tölvöður traskur Jú, bílum, sko. Já, Hann er vel kunnugur þessu kallinn og það var einmitt, hann og Stefán, þetta var nú líklega bara besta keppnin á tímabilinu og bara á báðum tímabilinum, það var alltaf tekið saman þessi keppni, hún var alveg mögnuð. Það var Stefán og Kristján voru í slag bara alla keppnina þangað til að Stefán gerði örlítil mistök bara í síðasta hring og Kristján tók sigurinn í síðustu beygju á síðasta hring, það var alveg epic, sko. Já, það var svakar eftir reis, sko. Það var rosalega keppni í Spa og í rigningu, þetta var algjör veisla. En það er svona, já, þetta er svona svona fór Tier 3. Það er, eins og segið, þið getið farið inn á gtsiceland.com og farið þar undir Tier 3 og sé stöðuna eða viljið skoða alla stigatöfluna og rýna svolítið í hana. En já, það eru minni, hvað maður að segja, tilfærslur frá millideilda. Það eru bara sigurvegarinn í Tier 3 á vortímabilinu sem að tryggja sig áfram í Tier 2. Það er ekki top 3 sem að færast yfir eins og gerist síðast, einfaldlega því að við erum að ljúka tímabilinu og tímatökurnar dett inn. En þannig að það, svoleiðis fór það. Þá held ég að, ég hefur ekki að kíkja þá bara aðeins yfir í Tier 2, hvað er að gerast hérna í spjallinu. Maggi mættur, blessaður. Við vona að segja þetta gaman að sjá hvað margir eru að fylgjast með. Já, við veitum ekki, við erum nú með alveg fínt að meira áhorf en ég átti von á þessar útsendingar hjá okkur sem að bara er mjög gaman og að vera að aukast í átt og þétt. Og ég bara held áfram að minna á að ef þið eru að fylgja, einhverjir eru að horfa hérna sem kannski ef þú ert búin að vera að ramba stöðvar í myndlíklinum hjá þér og dast inn á þessu útsendingu, að kíkta á okkur á gtsiceland.com eða aðeins fræðast hvað við erum að gera og síðan erum við náttúrulega á Facebook bæði með umræðuhóp og síðan er líka svona fréttasíða sem er, já, viðurkenni hún mætti vera aktífari en það gerist allt í hópnum sjálfum. En ég mæli með fyrir alla sem hafa áhuga að kíkja þar inn hvort þú vilt keppa með okkur eða einfaldlega bara vera að fljúga á vegg og fylgjast með. En já, þannig að við þurfum merch, segir Hilmar. Heyrðu, það er reyndar actually í vinnslu. Ég ætlaði að vera löngu búinn að vera að græja það. Ég kannski geri það í sumar fyrir næsta tímabil. Já, það er must, maður. Það er bara Já, ég var breaking akkurat að news í segja, beinni útsendingu, þetta, maður. Það væri bara mega flott, sko. Ég var búinn að koma upp einhverju svona Teespring verslun fyrir búðina, eða fyrir búðina, fyrir deildina. En síðan eftir það þá bættist við styrktaraðilar hjá okkur og þá var það eiginlega strax orðið úrelt, þannig ég tók það niður og síðan ætlaði ég alltaf að uppfæra það, en ég bara, það er eins og það er tíminn á það til að fjúka og maður hefur bara ekki komist í það, en ég ætla að gera það núna já, vonandi ná henni í framtíð. Ég þarf að takk Hilmar fyrir að koma þess á og minna mig á þetta. Við gerum þetta nú eitt, við prentuðum GTS Iceland bóli hérna áður en að við rebrönduðum og rebadgeum logoið og svona. Ég er í einum slíkum núna. En við komum þessu í gang fyrir allavega síðasta lagi fyrir næsta tímabil, ég skal lofa því. Ég tók eftir einu athyglisverðu hérna á þessari braut núna og langaði til að koma að. Kannski tengis ekki umræðu efninu, en pitstoppið hér er ekki langt eins og var á öllum hinum brautunum. Nei, náttúrulega pit svæðið er svo lítið hérna. Já, en pit entry er mjög langt. Þegar þú segir að það er svolítið satt, sko. Ég var bara í einhverjar 10 sekundur í pitinu. 10-12 sekundur. En er þetta ekki bara einu af fáum brautum sem er með stutt stopp núna. Gæti verið út af því að góður hringur er bara undir mínútu, þannig að það væri svolítið leiðilegt að vera í hálfa mínútu í pitinum. En já, höldum áfram með umræðuefni sem við erum að tala um.
við skulum vinda okkur í Tier 2 og það var nú hörkuspennandi tímabil þar. Það var kannski engin svakaleg barátta sigurinn. Það var hann Eva sem kom sá og sigraði, endaði með 176 stig í þessum 9 keppnum sem voru keyrðar á tímabilinu. Þá var hún með 6 sigra og var á verðlaunapalli í öllum keppnum, 6 hraðausturhringi og 4 ráspóla. Og ég held að hann hafi nú komið fæstum óvart að hún hafi sigrað þetta. Og hún búin að staðfesta það er jú sigurvegari vortímabilsins á Tier 2 sem hefur tekið sér sæti í Tier 1 og hún ætlar að nýta sér það, hún búin að staðfesta það. Þannig að við munum sjá Evu í Tier 1 loksins á næsta tímabili. Hún svona undir venlegu kringumstæðum hefði hún verið í Tier 1 núna í ár, en hún náttúrulega dróð sig þarna í hlé á síðustu stundu svolítið og datt sér inn í gírinn aftur og kom þá inn í Tier 3, vann sig upp í Tier 2 og síðan byrjaði hann ekki fjórðu keppni eða eitthvað og vann samt einhvern veginn Já, hún kom inn á miðju tímabili og þegar hún hætti við að hætta taka Alonso á þetta og fara út og koma svo aftur. En þannig hún ætlar að vera í Tier 1, eða allavega eins og staðan núna. En hún vann þetta með nokkrum yfirbyrjum. Annað sætið féll til Dimmi Nikolov heitir hann, Dimma Nikolov. Og þau einmitt eru liðsfélagar, Eva og Dimmi, í liðinu Fríð og dýrið. Og þetta var svolítið svona Mercedes feelingur þarna. Þau voru mikið að klára svona 1-2 finish eins og það kallast, sem þau voru í fyrsta og öðru sæti. Og það voru bara 2 keppnir sem þau voru ekki bæði á verðlaunapalli. Þannig að kemur kannski engum óvart að í liðakeppninni að þá sigruðu Fríða og dýrið með miklum yfirbyrjum. Hann endaði með 144 stig, var 7 sinnum á verðlaunapalli, sigraði 2 keppnir, þannig að hann stóð sig bara með mikilli prýði. Sjá hvað að gerast í spjallinu hérna. Jónas 18 sekúndur þar af 7 í stoppi. Já, það getur passað. Þriðja sætið, það var hann Ævar Valur Diego. Við kölluðum hann nú yfirleitt bara alltaf Diego í útsendingunum því að PSN-nafnið hans Diego Hjartarson. Já, akkurat. Hann var liðsmaður Rich Energy GP og var nú svona á tímabili, þá var maður að búast við hörku baráttu hjá milli hans og Evu. Þegar eins og í æfingum og tímatökum að þá var hann Ævar bara á sama tíma. Hann var með 3 ráspóla og yfir tímabilið á móti 4 hjá Evu. Þannig að þau svona yfirleitt í æfingum og í tímatökum og þá virtustu vera á mjög svipuðu peysi. En síðan þegar kom í keppnina þá einhvern veginn náði Eva alltaf að skilja sig að og fjarlægast. Það svona þetta race pace hjá henni sem að fáir vera að geta matsað. Hún keyrir mjög stabílt, gerir lítið af mistökum, eiginlega bara engin mistök. Þannig að það þarf að hafa þarna við. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hana slást í Tier 1, sjá hvort hún getur blandað sér í slaginn við Kára og Hannes sem Kári og Hannes hafa verið, já við förum betri við það á eftir. Þeir hafa verið á toppnum í Tier 1. Þannig það eru topp 3 hérna í Tier 2 og síðan var nú fram á síðustu stundu eiginlega barátta þriðja sætið. Það Ingi Þór hjá Tier B Racing. Hann endaði ekki nema 6 stigum fyrir aftan Ævar og mátti ekki miklu muna þar að hann hefði tekið þriðja sætið af Ævari. En það er síðan spurningið mitt eins og við vorum að tala um á. Það er orðið svo mikið að hafa hröðum ökumönnum í þessum hópi á okkur og svo Dimmi og Ævar og Ingi og fleiri eru bara, þetta er allt ökumenn sem eru með pace til þess að geta inn í Tier 1. Já, þannig að ef þeir hafa áhuga á því, síðan er þetta bara spurningum hverjir hafa áhuga á því og hverjir vilja frekar verið Tier 2. Þetta er svona, það kemur á eftir að koma í ljós. En ef allir þessir hröðustu ökumenn í Tier 2 og Tier 3 ætla að reyna við Tier 1 í tímatökum, þá verður það eftir að vera gífurlega spennandi. En þeir geta allavega að hugga sig við það, Dimmi og Ævar, að ef þeir ná ekki inn í Tier 1, að þá eru efstu 3 á vortímabili með örugt sæti
næsta tímabili í Tier 2, þannig að þeir þurfa allavega ekki að vera að slást það. Tier 2, já, ég kannski er að rúlla aðeins og hratt yfir. Kannski maður gerir ráð fyrir að þeir sem eru að horfa vita allt. En ef það er einhverju hérna sem eru að horfa sem að þekkja þetta ekki alveg inn og úti eins og við sem erum að keppa í þessu, þá er Tier 2 eins og nafnið gefur til kynna, önnur deild hjá okkur og það er svona, já, það er miðjudeildin og það þetta er lokuð deild. Þetta er Tier 3 eins og við tölum áðan er opin, en Tier 1 og Tier 2 eru lokaðar deildir með takmörkuðum þáttakanda fjölda og það er svona ákveðin skuldbindninga baki þess að komast í þær deildir því að það gerst ráð fyrir góðri mætingu og hérna, náttúrulega ef þú vilt reyna að náða fyrir árangur þá þarftu að leggja þig svolítið í það og það er einmitt verða, ég er nú ekki alveg með það á tæru ennþá hversu mörg sæti verða laus í Tier 2, ég veit maður á eftir að já, það fer náttúrulega líka eftir eins og með Dimmu og Ævar til dæmis að ef að þeir ætla að reyna að komast í Tier 1 þá ef að þeir ná þar inn þá opnast fleiri sæti í Tier 2 því þá náttúrulega eðlilega verða þeir ekki að keyra þar. Þannig að það er eitthvað sem ábært eftir að koma í ljós bara þegar hólminn er komið hversu mörg sæti verða, en það verður alveg slatta sætum laus í Tier 2. Það verður fleiri heldur en í Tier 1. Já, þetta verður líka já, það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer sko og mér langar ég myndi að koma því að hérna að sjáta á þetta á hann Inga þó sem að var annara Tier B bræðurum en bara að fylgjast með, ég náttúrulega keyrði sjálfur í Tier 2 allt tímabilið, bæði tímabilið núna og bara að sjá improvementið hjá honum á þessum 2 tímabilum, það var bara þvílíka stökki sem hann hefur tekið sko. Ég verð að vera alveg saman því, með alltaf þegar ég og Arnar vorum að rífast þarna okkar sæti hann var alltaf, hann hefði verið á Danna þá eða flis ég og Arnar myndi kannski slást þriðja sæti svo allt hann bara komið í fyrsta sæti sko. Já, það er mitt ég að horfa hérna á stöðuna hvernig vetrartímabilið endaði og þá endaði Arnar Arnar og Ingi Þór eru bræður og keyra saman í keppnisliðinu TRB Racing. TRB stendur fyrir Two Racing Bros og hann endaði í 4. sæti með 122 stig á móti 94 í 5. sæti hjá Inga. Þannig að Arnar hafði yfirhöndina í liðinu á vetrartímabilinu en síðan bara er Ingi bara við fundið flugvélin og hann endaði í 4. sæti núna með 124 stig. Arnar í 15, þeir víxluðu sætum á milli tímabilinu. Já, en það var alveg sko, það var hérna í fyrra tímabilinu mann ég það að Ingi var svona verður keppinautur en það bara ég átti ekki breyk í þetta sko, í seinni tímabilinu. Já, það er mjög gaman, maður hefur orðið var við þetta, það eru, bara ökuminn eftir ég fara að taka þátt í þessum keppnum hjá okkur og þá, maður er svo fljótur að fá, alltaf er þetta keppniskap sem er í maður vill alltaf vinna, maður vill alltaf henda eins framalega og maður mögulega getur og maður fer að æfa meira og ná upp meiri hraða og það er svona, þetta er ákveðið svona, hvað maður að segja, þetta hvetur mann til þess að keyra meira og æfa sig markvisst. Já, nákvæmlega. Maður hefur séð heilmikla bætingar hjá fullt af ökumennum hjá okkur í hópnum, en þetta er hópurinn orðinn alveg útrúlega sterkur. Það er nú bara, ég man nú eins og þegar við vorum að byrja þetta þá maður getur nú mátt að segja því að hafa einu sinni orðið meistari á fyrsta tímabilinu en núna bara á þessu tímabili að þá var maður fagnaði bara eins og maður er heimsmeistari þegar maður náði verðlaunapalli sko. Þetta er orðið alveg gífurlega sterkur hópur og ég, eins og segi, ef það er ykkur hérna úr Tier 2 og Tier 3 að hlusta að endilega reynið við Tier 1 ef að þið sjáu fyrir ykkur að geta skuldbundið ykkur í þetta tímabil sem verður alveg, já, þetta er 8 mánuðir og þetta er svo ógeðslega gaman. Þannig ég mæli með því. Ef við kíkjum kannski aðeins og liða keppnina. Í Tier 2 þá er keyrt í keppnisliðum eða fyrir þá sem að vilja. Það er hægt að para sig saman í 2 og 2 í lið og við vorum með 5 lið í deildinni, það voru 4 sem keyrðu ekki. Já, við nefndum 1 lið sem að leystist upp á tímabilinu, þannig að við enduðum með 5 lið. Og það var eins og fyrir segir að þá var það Fríða og Dýrið sem er Eva og Dimmi sem enduðu í 1. og 2. sæti í stigakeppni ökumanna og fyrir vikið bara dominituðu liðakeppnina, enduðu með 320 stig. Næstir voru það bræðurnir Arnar og Ingi í TRB Racing með 228 stig
síðan kom Rich Energy GP segi sem hann Ævar og hann Hilmar. Þeir enduðu með 190 stig. Síðan voru það kunnulegi kauðar hérna í 4. sæti, Individual Racing. Já. Þið félagar, Dan og Biggi. Og svo var það tím Pabbi Borgar í 5. sæti sem eru feðgarnir Ingo og Maggi. Þannig að þetta er gaman að sjá svona mörg lið. Ég væri hrikalega til í að sjá bara alla í liðum á næsta tímabili. Bara verið með 7 lið, myndi gera liðakeppnina ennþá meira spennandi. Þannig að Já, þetta er líka mjög bara svona þægileg hugmynd, bara svona að vera með liði. Þetta hjálpar rosalega sko, bæði bara æfingar að gera og bara svona keppni skapi, skilur við. Já, einmitt. Það getur verið gaman, maður er þá mögulega ekkert endilega í einhverju svaka baráttu í stigakeppni ökumanna, en maður getur kannski verið í slag við eitthvað annað lið og þetta er svona bætir annarri vídd í keppnina. Ég veist þið. Sem er bara, já. Þannig maður er þá ekki bara að hugsa sín eigin stig heldur líka hvar stöndum við gagnvart okkar keppinutum í einhverju ákveðnu liði sko. Þannig að það verður hörku fjör. Eftir 3 keppinautarnir hérna í Tier 2 þeir munu fá verðlaunagripi frá Autocenter. Autocenter kannski sjátum aðeins út á hérna styrktarælun okkar. Þá sérst Autocenter að þeir sponsa okkur með verðlaunum í lok tímabils. Við gefa verðlaunagripi fyrir efstu 3 sætin í Tier 2 bæði á vor- og vetrartímabili sem verða afhent núna í sumar. Við höfum eftir ákveða til að reyna að halda eitthvað lokahóf. Svo eru þeir með flott verðlaun í Tier 1 líka sem við kíkjum yfir á eftir þegar við skoðum þá deild. Síðan eru náttúrulega Tasty veitingastæður, hrikalega góð, ég var nú bara að éta þær daginn. Og þeir voru fyrsti styrktaraðilinn okkar sem höfðu samband við okkur og vildu gera eitthvað skemmtilegt. Þeir hafa verið svolítið í að sponsa motorsport, verið að sponsa eitthvað driftlið og eitthvað svoleiðis og fannst þetta skemmtilegt sem við vorum að gera. Og þeir einmitt gefa fyrir sigurvegara keppna í Tier 2 og Tier 1. Þannig að Eva og hérna, já, Eva er nú búin að vinna sér ansi marga borgara hérna á þessu tímabili. Nánast alla, ekki alveg sant. Svolítið mikið þeim. Svo er það Antons mamma Mía sem að styrkja okkur líka. Þeir gefa hérna verðlaun fyrir Ráspól í Tier 1 og svo er það Hafið fiskverslun. Þeir gefa fyrir hraðasta hring í Tier 1. Þannig að það er svona þessi fyrirtæki sem hafa verið að stíga eins við bakið á okkur og sem er bara ótrúlega gaman. Þökkum kærlega fyrir samfylgdan þessu tímabili og vonandi sjáum við allir aftur bara í haust sem áframhaldandi styrktaraðila. Það er bara komið ljós. Ég Tier 2 strákar, þið sitin í pittinum og ég sé það að þú ert á Toyota Pickup. Jú, ég er á tundurinni. Ég er svona, ef ég væri í kappakstri við ykkur á henni þá held ég að þið kemist ekkert fram úr mér á þessari braut. Bara því það er ekki pláss. Ég var eitthvað að reyna þetta rétt á hann á hann Danna en þá tók ég eftir að hann var auðvitað á Supersoft. Já, ég ætla aðeins að fylgjast með Guffa að taka nokkra hringi á tundrunni. Ég ætla að reyna að keyra og tala á meðan, það er ekki mín sterkasta lið. Það er eitthvað hérna kominn aftan í mig. Ég hjálpast það. Ég ætla að vera betur dekki með þetta. Nei, ég er á Sport Medium sko. En allavega, strákar, þið voruð að keppa í Tier 2. Já, það er hárrétt hjá þér. Það verður nú gaman að fá að heyra aðeins frá ykkur hvernig þið upplifðu tímabilið og hvað voru svona ykkar há- og lágpunktar í Individual Racing. Mér fannst þetta alveg frábært tímabil sko. Já, tímabil sjálf líka bara geggjað. Ég tók svona annan pól á þetta sjálfur sko. Ég æfði mig alveg töluvert meira fyrir þetta tímabil heldur en ég gerði fyrir tímabilið á undan. Og var eiginlega með það markmið, svona persónulegt markmið að vera alltaf ofar en 10. sæti. Já, það gekk nú bara vel. Það gekk vel, en það líka sko svolítið blekkti niðurstöðunar að í þokkalega mörgum keppnum var bara ekki hægt að vera neðar heldur en 10. sæti. Já, það voru ykkur keppnir þar sem vantaði keppendur og svona sérstaklega þegar leið á seinni hlutan á tímabilinu þá
breyttust aðstæður hjá einhverjum keppendum og það voru svona, mæting varð aðeins ábót og vant þarna á tímabili. Já. En það er svo sem bara, það skila þá fleiri stigum í pottinn fyrir þá sem eru duglegir að mæta. Akkurat. Já. En þetta var alveg stórkostlega skemmtileg tímbil. Brautavalið til dæmis á seinni helmingnum alveg geðveikt skemmtilegt. Já, þetta var hörku fjör. Þú nældi þig nú í eitt pódium. Jú, það var ég endaði pódium á Fuji á fyrra tímabilinu og já, ég man ekki hvað það var seinni tímabilinu. Nei, þetta er svo fljótt að renna saman allt saman. Já, maður keyrir svo margar brautir og svo maður keyrir alltaf brautina sem maður að fara að koma svo mikið þessar 2 vikur áður en maður tekur þátt í keppninni, sko. Maður kannski keyra einhverja 100 hringja á sömu brautinni til þess að æfa sig, til þess að reyna að ná góðum hringjum, sko. Það getur skipt svo miklu máli, líka bara upp á consistency, eins og við vorum að tala um áðan með henni Evu. Ég veit að hún æfir mjög mikið, keyrir mjög mikið fyrir hverja keppni og það bara skilar sér í mjög öruggum akstri. Og það var það helsta sem ég tók eftir með sjálfa mig að eftir ég fór að æfa mig svona mikið að mesta breytingin það voru einhver sekúndubrot sem var að skafa af tímanum, en mesta breytingin var bara að halda sér á brautinni allan tíman, sko. Já, og það er eins og oft sagt, consistency is key. Það er ótrúlega mikill sannleikur í því. Maður þarf ekkert endilega að vera með hröðustu hringtíma í hverjum hring, en bara það að gera ekki mistök, það getur oft skilað manni upp listan. Já, Ég nú stíla svolítið inn á það stundur sjálfur að bara, það er ekki mín sterkasta hlið að taka fram úr, ég viðurkenni það, en oft getur maður bara verið ábyrgandi fyrir aftan og beðið eftir mistökum í hinum. Já, þetta er bara það sem maður þarf að gera. Já, auðvitað, ef að kemur þetta, það var Monza sem ég náði pódíum á, auðvitað. Já, alveg. Já, þá vorum við Aston shortshifta alveg svo brjálæðingur, hann er svakalega góður á Monza, Astonins. Aston var mjög góður á Monza, ég verið að sammála því, sko. Ég er enda hann svolítið svona fyrir hjá mér, sko, að styrri tímabilið, þá hafði ég svolítið meiri tíma til að hæfa mig og það er náttúrulega það var Tarri með okkur, eða Óttar, og þá var ég svolítið mikið að reyna alltaf svona að ná honum. Hann var á Skylanum þá, ég var alltaf á Porschunum og áður við fórum yfir í Aston Martinin. Þá var ég alltaf bara að keyra Porschunum bara eins fast í gat, bara fyrstu 3 hringina og svo alltaf bara dekki búið. Það reyndi alltaf bara að halda með það sem ég var. En síðan núna þetta tímabil, þá svona vorum við alltaf skiptum 2 bíl, Aston Martin, og síðan fórum við yfir í BMW og var ekkert endilega að treysta þeim jafn mikið á Porschunum. Þannig að ég gat alltaf keyrt aðeins hægar, en aftur á móti sparaði ég helling dekkin. Það hjálpaði rosalega, en það var svona aðalega það sem ég segja við til þetta tímabil var að við máum keppa mjög öfluga ökumenn. Já, deildin varð þeim mun sterkari eftir, á vortímabilinu þegar efstu ökumenn Tier 3 komu yfir. Já, þetta alveg bara rosalega mikið yfir, sko. Svo náttúrulega líka hjálpa þess að ég æfði mig ekkert endilega það mikið sem ég hefði alveg getað hjálpað heldur, sko. Já, það eins og Danni var að tala um, það skila sér. Það munaði líka minna á ykkur á þessu tímabili heldur en síðasta tímabili. Já, Danni alveg, sko, ég sé því líka mun á Danna, sko. Alveg, sko, hann er virkilega. Practice makes perfect. hann er nummer 1 í dag, sko. Já, það er bara svoleiðis. Danny V1, sko. Það er ekkert V8 Danny, 10 lítur. Svo sé ég að á spjallinu það eru komnir Óli Nóskils kemur og óskar okkur góð skvöld og Illugi Jónsson og Hákon líka þetta það er bara allt gengi komið í spjallið, sko. Það er bara frábært að sjá. Þið velkomin að koma upp á braut og keyra með okkur ef þið vilja. Já, bara endilega. Þetta er opið lobby og það reyndar þú þarft að vera með mig á vinarlistanum, en ég held að flestir í GTS Æslandi eru með mig á vinarlistanum. En bara endilega komið á braut og keyrið með okkur og
svo munum við breyta þessu lobby í rauninni yfir í æfingalobby fyrir tímatökurnar þegar að Guffi er búinn að gefa upp hvaða braut og bíll það verður. Já. En það er spurning, ef við þá ekki vinda okkur núna bara í Tier 1. Jú, endilega. Það fylgjast aðeins með honum Hilmari hérna keyrir á Nissan GT-R lögreglubíl. Alveg svo bara rjálæðingur. Tier 1, það var nú, það endaði mjög kunnulega, getum við sagt. En það var hann Kári sem kom sá og sigraði, eins og Eva. Og gerði það nokkuð örugglega. Ég held að hann var búinn að tryggja sér titilinn með tvær keppnir eftir, 2 eða 3. Þar sem þá var hann búinn að tryggja sér titilinn, þannig að þetta var sérstaklega seinni helmingurinn á tímabilinu hjá honum þar sem hann einmitt bara flaug í gang. Ekki að hann hafi verið að standa sig illa á fyrri helmingnum, en hann einhvern veginn bara hann fann einhvern X-faktor á seinni helming tímabilins og það náði enginn eiginlega að svara honum. Þannig að hann átti þetta tímabil, sko. Ekki smá, sko. Þetta var svona fyrstu keppninar og þá var Hannes og Halli byrjaði mjög sterkt, vann meðal annars 2 keppnir í röð, keppni 4 og 5. Hannes náttúrulega var mjög öflugur og var hérna með margar keppnir í röð á velunarpalli, en síðan eiginlega á sama tíma og sjáum það, sko, í fyrstu 7 keppnunum og þá sigraði Kári 2 og Hannes sigraði 2 og Halli sigraði 2. Þannig að þetta var rosalega jafnt þarna í toppáratuninni svona framan af. Já, var þetta ekki þegar voru konur á Límansbrautina, þarna Sarti eða eitthvað, Sarti, þar sem að var raun og veru Kári minni við sem náði fyrsta sigurinn af öllum í 3. sem sagt. Fyrsta 3. Jú, það er rétt. 8. keppnin var Le Mans sem var síðasta keppnin fyrir jólafríið. Og það var eiginlega svolítið vendipunktur á tímabilinu. Þar sigraði Kári, Hannes gekk ekki voðalega vel, hann endaði með 14 stig. Og eftir þessa keppni, þá komu hérna, það er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og af þessum 10 keppnum sem voru eftir, frá og með 8. keppni, þá sigraði Kári 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hann sigraði 8 af seinni 10 keppnunum. Og meðan að Hannes greið, hann lenti í bölvuðu vesinni. Hann fór hérna... Náði einu vinni eftir það, var náði á Suzuka, þá náði hann einu vinni, maður hann í allan eftir. Hann sigraði á Suzuka eftir að hafa keyrt 7 keppnir án þess að vera á velunarpalli, sem er mjög ólíkt honum Hannes. Hann er með sterkari ökumönnum hópsins og komið hann að keppnir sem að einhvern veginn gekk allt á afturfótunni hjá honum og meðan gekk allt upp hjá Kára. Og á sama tíma fór Halli líka aðeins að missa dampinn og Kári þá bara á meðan bara stakk af. Og frá þeim punkti eiginlega virtist þetta aldrei verið í hættu hjá honum. Hannes endaði í öðru sæti eins og í fyrra og hann var öruggur með annað sæti þarna með eina keppni eftir. Bara fyrir lokakeppnina var hann búinn að tryggja sér það, alveg gulltryggja sér það. Og svo stemdi í hörku baráttu 3. sæti þar sem að Jónægir og Halli voru bara ekki alveg jafnir, en það munaði bara örfáum stigum á þeim. En Halli náði síðan ekki að vera með í loka umferðinni og fyrir vikið þá var Jónægir bara nánast öruggur með 3. sæti þar sem að hann endaði. Það er, ég held að það sé hans besti árangur. Hann endaði 4. minnum í þetta er ekki 4. í fyrra, hann er ekki. En hann allavega endaði þarna í 3. sæti og var ekki nema 20 stigum frá Hannesi, þannig að hann var ekkert langt frá þeim slag heldur. Já. Og hann Jónægir datti mitt í gírinn hérna seinni part tímabilsins, sko. Þá fór hann að sankaða sér, svona miðbik tímabilsins, þá fór hann að sankaða sér velunarpöllum og hann tók 1 sigur líka. Ég held samt að ef ég ætti að tala sko eftirminnilegustu atvik Tier 1, þá eru 2 sem að koma til hugar strax. Það er þegar Jónægir lenti í einhverjum tæknilegum örðuleikum og þurfti að byrja seinastur út í að ná ekki tímatökum. Já. Og endaði síðan í 3. sæti.
það var virkilega flott keppni hjá honum. Þannig að hann misti netsamband í tímatökunum og við þurftum að, í raun, hann þurfti, eins og þú segir, þessi aftastur. Já, við þurftum að rístarta. Og meiri sé að lendi í einhvern smá vandræðum svona snemmi í keppninni, ef ég mann rétt. Stóð samt alveg og gjörsamlega sló í gegn. Já, og svo hitt atvikið, það var þegar Hannes tók Suzuka og bara slátra. Já. Það var það langt á undan bara, það voru einhverjir 2 hringir eftir eitthvað og hann ákvað bara, ég ætla bara skjótast í pitinn og sjá hvort ég get ekki slegið besta tíman og bara tók besta tíman heila sekundum þess að rúmlega það. Við minnum þess að hann hafi verið með besta tíman áður. Já, hann var með besta tíman þá, sko. Hann bara vildi bara alveg gjössalega negla það að enginn gæti tekið á hann hamborgartilboði, sko. Hannes kemur með góðan punkt hérna, hann náttúrulega hann fekk sér nýtt stýri þarna á miðju tímabilinu. Hann fekk sér Fanatec eða ekki? Hann fekk sér, og Fanatec CSL Elite keypti hann sér, hann og nokkrir aðrir í hópnum. Já, á Black Friday sem var einmitt þarna í lok ársins og þú þar með talin, já, það er rétt. Þannig að það er spurning hvort að sé, já, Ingi og Jónægir. Já, bara allir sem bara gjössalega bara tóku sig á þarna. Ég held að meira hluti hópsins sé komin í Fanatecin. Það er spurning hvort það hafi spilað eitthvað inn í þetta og verið að venjast nýjum græjum og það getur alveg tekið tíma. Já, ég hugsa líka sko að þegar allan í mínu tilfelli að þegar maður er búinn að eyða þetta miklum peningum í riggið sko, að þá er maður að eyða meiri metnað í æfingar og svona, þetta er ekki bara stýrið sem að kemur hennar áfáran, þetta er bara líka það að það bara verður í rauninni skemmtilega að keyra á góðum græjum og maður nennir að æfa sig meira. Heldur en fyrir, sko. Það er, já, þetta var hörgu tímabil og það eru núna, það eru efstu 8 sætin í Tier 1 sem að, það er meira kannski heldur en það ætti að vera. Það eru efstu 8 sætin sem að halda keppnisrætti í Tier 1 á næsta tímabili. Þetta var náttúrulega, áttum upphaflega að vera 16 keppendur en síðan var ákveðið að fækka niður í 15. Planið var upphaflega að í raun efri helmingurinn væri öruggur áfram ef þið vildu og neðri helmingurinn ekki. 8 af 16. Síðan var ákveðið að minnka einn keppa eða fækka einn keppanda til þess að hafa pláss fyrir lýsanda. Skiljist sem Danni. Já. Og svo ákveðum við þegar það var eitthvað sem, það var Eyjó sem að þurfti að hætta og þá voru 14 eftir og þá ákveðum við bara, við skulum bara hafa 14, þá var alltaf pláss fyrir ykkur báða í útsetningunum og þá er þetta núna hlutastlega svolítið margir sem að halda sínu sæti en það verður breyting á og við coverum þá eftir þegar við förum yfir breytingarnar fyrir næsta tímabil. Já, og svo krossum við fingur að Gran Turismo 7 komið tímanlega út fyrir þar næsta tímabil og að við munum geta verið fleiri á braut. Það væri geggjað. Það er eitthvað sem maður býður og vonar og býður eftir að heyra eitthvað meira með það. Já. Ef við kannski coverum þá þessa 8 sem eru öruggir áfram í Tier 1 aftur í haust, ef þeir vilja. Það er að sjálfsögðu Kári, Hannes og Jónægir sem við erum búin að covera hérna sem enduðu í 1., 2. og 3. sæti. 4. sætið, það féll til hans Halla. 5. sætið var hann Þorsteinn sem var að keyra, þetta var fyrsta tímabilið hans í Tier 1. Fyrsta fulla tímabilið, hann kom inn í lok, eða svona seint á síðasta tímabili þegar losnaði sæti eftir að hafa unnið Tier 2. Og hann, sérstaklega seinnipart tímabilið var hann kominn í mikinn gíru. Ekkert langt frá þessum efstu sætum hérna. Hann stóð sig rosalega vel, sko. Það er rauninni... Já, mjög svo. Rauninni kom mér á óvart, sko. Mér fannst hann vera ekki svona topp baráttu maður fyrst, sko. Bara var hann einhvern veginn alltaf í toppslagnum og... Já, hann er með mjög mikinn pace og það er sérstaklega þegar hann kom inn hérna á síðasta tímabili þá var maður sálega að hann var hraður en hann var að gera svolítið af mistökum og það er búið að minnka, það er búið að stórminnka á þessu tímabili og búið að keyra mjög vel og enda skilaði sér í 5. sæti í þessum hóp og það er nú bara mjög vel gert. Já, það er bara svakalegt að ná 5. sæti í Tier 1, sko. Þetta er það öflugur hópur sem keyrir það, sko. Það er bara virkilega vel gert, sko. Ég held að við séum bara að fara að sjá hann
ég gerir ráð fyrir því að hann haldi áfram. Ég held að séu nú allir sem ætla að halda áfram sem í þessum efstu 8 sætum. Þó við bara mun fá það staðfest svona þegar nær dregur. En ég held að við eigum eftir að sjá hann áfram hérna í þessari topp 5 baráttu held ég. 7. sætið og það er ég sjálfur. Átti ekki möguleikann hérna á 5. sætinu gagnvart með Þorsteini. En ég er nú bara mjög sáttur með 7. sætið. Mitt markmið fyrir þetta tímabil var að halda mér í efstu 8 bara svo ég væri öruggur áfram í næsta tímabili. Já, akkurat. Þannig að ég er bara virkilega sáttur með það að hafa náð þessu 7. Ég sé að Valdimar Lávarður er kominn í spjallið og hann kemur með alveg fleyga setningu hann segir að það er tvennt öruggt í þessu lífi að það er annars vegar að ruslafatan er alltaf undir vaskinum og maður er alltaf hraðari með Fanatec. Já, Jón Ægir getur allavega tekið undir það, hann segir hérna fyrir ofan Valli lofaði að ég yrði hraðari með Fanatec og það stóðst að sjálfsögðu hjá hann. Já. En þetta er hæðið, náttúrulega Fanatec eru góða græður og það er einhver að spyrja þarna sem að er eitthvað fyrirtæki að selja Fanatec á Íslandi, það er nei. Það er enginn með Fanatec á Íslandi, það þarf að panta þetta bara af Fanatec að utan. Það er alveg kostar svo því að það voru þó nokkur sem keyptu þetta á Black Friday, það er oft eitthvað Black Friday tilbúð, því Fanatec eru sjaldan með einhverja afslætti, eiginlega bara aldrei. Nema Black Friday, þá voru oft einhverju dílar í gangi og það voru nokkrir sem pikkuðu upp stýri á þeim tíma. Já. Einu stýrin, svona almennilegu stýrin sem eru seld hérna á Íslandinu, það eru allra Logitechin, hvað heitir hann núna, G930. Þannig Logitech stýrin sem eru mjög fín svona entry level stýri og í raun, það er nú svona svo skemmtileg entry level og ekki entry level, en það er allir Íslandsmeistarar GTS Iceland hafa notað G29. Já, það er spurning hvort það fara að breytast. Fyrsta tímabilið, það er spurning. Fyrsta tímabilið þar sem ég vann, þar var ég á G29. Síðan vann Einsi vann á tímabilið 2. Það var G29. Kári er búinn að vinna síðustu 2 tímabil og hann er á G29. Já. Þannig að það er bara, já, græjurnar gerir ekki allt en það geta hjálpað og eins og Danni talaði áðan bara gerir upplifuna líka svo miklu skemmtilegri. Já, og svo er náttúrulega Frostmaster-stýri sem eru seld hérna líka. Ég fór að var upp í GT-akademíuna, þá var ég búinn að spila í Gran Turismo og bara munurinn að vera á stýri og við stýripinna er bara, þetta er ekki sama rót. Það er svo langt frá því, sko. Það er skemmtilegra, það er engin spurning, sko. Þó það sé vel, Gran Turismo er nú mjög vel optimæsaður fyrir stýripinna, þannig að það er alltaf skemmtilegra að vera á stýri. Já, það er alveg verðt að taka fram að margir í góðri baráttu topp sætin hafa verið á stýripinna í GTS Iceland. Jón Ægir til dæmis var einn hraðastur í hópnum á stýripinna. Og Biggi var Biggi endaði nú í 3. sæti á stýripinna í Tier 2. Og Arnar bróður hans Inga líka, hann er á stýripinna. Já, Arnar er á stýripinna, ég gleymi því alltaf. Svo var hann Vilhjálmur, Villi Turbo, hann er ekki búinn að keyra með okkur núna í svolítið tíma, en hann var alltaf á pinna, hann stóð sér mjög vel, þannig að það er ekkert til fyrirstöðu að keyra á pinna, sko. Nei, alls ekki, sko. Það er ekkert, sko, að fá sér eitthvað dýrt setup þýðir ekkert endilega að þú sért að fara að sigra þetta, sko. Það er bara í rauninni þýðir að þú getur náð svona nákvæmari línum og fer betur með dekkið þín og svona. En Akkurat. Þú getur alveg haldið peysinu með stýripinna, sko. Já, það er ekki til fyrirstöðu, sko. Já, skulum halda áfram að taka hérna, það eru 2 eftir, við vorum að fara yfir efstu 8 í Tier 1 sem eru öruggir áfram. Á 7. sætið er hann Skúli Þór, liðsfélagi Halla. Og síðan er það Jón Valdimarsson, liðsfélagi Jóns Ægis í Bíko Racing Team. Þetta eru þessir 8 sem eru öruggir áfram og eins og ég gerir ráð fyrir því að allir sé að fara að halda áfram. Svona finnst það líklegt. En það kemur í ljós þegar hann eftir yfir. Það verður spennandi að sjá hverjir koma síðan að móti þeim í Tier 1, sko. Það verður alveg rosalega gaman að fylgjast með því, sko.
Það verður mjög spennandi sko. Já, síðan taka snöggvast þegar við förum yfir liðakeppnina líka í Tier 1. Það eins og í Tier 2, það geta 2 og 2 para sér saman í lið og við vorum líka með 5 lið í Tier 1. Að vísu 1 lið sem var bara með einum ökumanni, þannig að þetta voru 4 tveggjamanna-lið og þar var það G&K Racing sem lið okkar Kára sem tóku liðakeppnina með 534 stig. Það var síðan svipting hérna í lokakeppninni. Það var nefnilega búið heilmikið barátta á milli Team Autocenter sem Halli og Skúli og Bíko Racing Team sem eru Jónarnir, Jón Ægir og Jón Valdimars. Að því að hvorugur Autocenter manna náðu að vera með í lokakeppninni og fyrir vikið að þá skaust Bíko upp í annarsætið í liðakeppninni í síðustu keppninni. Þannig að þeir hreppa þar annarsætið með 392 stig, bara 5 stigum og undan Team Autocenter með 387. Og síðan var það TGR Iceland eða Toyota Gazoo Racing Iceland sem eru Hannes og Valli. Þeir enduðu með 340 stig. Og síðan það Guðmundur Orri sem var nýliði hjá okkur í ár. Hann keyrði bara solo en í raun undir liðsnafninu F1 á Íslandi en hann heldur úti íslenska Formúlu 1 áhugamann á hópnum á Facebook, F1 á Íslandi, frábær grúpa. Þannig að hann vildi reppa hana á bílnum þannig að þetta var svona fór liðakeppnin og það svo sem eins og við tölum áðan þá getið þið, ef þið viljið skoða nánar stigatöfluna og alls svona tölfræði þá þetta allt inn á gtsiceland.com inn á síðunni hjá okkur. Já, og svo líka sko endilega bara ef ykkur langar að fylgjast með keppnunum sem eru sendar út af þá náttúrulega hægt að subscribe á YouTube-rásina hjá okkur og það Tier 1 alltaf sýnt þarna í beinni útsendingu bæði á YouTube og Stöð 2 e-sport og svo Tier 2 og 3 sem eru sýndar í beinni útsendingu á YouTube einungis þannig að það alltaf hægt að fylgjast með keppnunum þegar það í gangi. Já, nefnilega. Ég mæli alveg hyggast með því. Það ekki eins og að sé að koma eitthvað brjálega mikið efni inn reglulega, ekki nema þú veist á keppnisvikum. Þannig þið eruð ekki að fá eitthvað brjálega mikið af tilkynningum í símann. En ég mæli með því, subscribe-ið og hendið í bjölluna svo þið fáið tilkynningar þegar við dettum í útsendingar. Það að segja, þið hafið áhuga á því að fylgjast með. Þetta náttúrulega hörku keppni sko. Ég myndi allavega ekki vilja missa þessu ef ég ykkur annar en ég sjálfur sko. Nei, það mjög gaman að fylgjast með þessu. Alveg gríðarlega sko. Þetta kemur líka svo óvart aldrei eins sko. Já, þetta orðnað svo jafnað deildir líka, þannig að ég náði ekki að covera allar Tier 2 og 3 keppninar. Hannes fyllt inn, hann hljóp í skarðið fyrir mig nokkur sinnum og ég var alltaf hundið þetta náði ekki að fylgjast með sko. Akkurat. Þá keppnir alltaf bara daginn eftir í vinnunni. Það nefnilega tekur alveg eftir því svolítið að þegar menn eru búin að vera að keyra svolítið mikið saman, það læra svolítið á hvort annan, þannig að ég veit að bara getur verið að ýta eins meira á hvort annan sko. Akkurat. En þetta bara rosalega gaman að fylgjast með þessu og heiður náttúrulega að fá að kynna með ykkur. Já, þetta náttúrulega orðið bara svo skemmtilegt samfélag. Það ekki bara verið að taka þátt í keppnum og taka gegnum fresti. Þetta bara orðið frábær félagskapur og maður hefur kynst góðu fólki og eignast fína vini hérna í þessum hóp. Þannig að eins og ég mæli alltaf með ef þið hafa einhvern áhuga á þessu. Kíkið í grúpun okkar. Ef þið leitið að GTS Iceland á Facebook þá finnið þið GTS Iceland umræðuhópur og bara endilega kíkið þar inn. Það allir velkomnir. En ég held, við erum búin að covera hérna að fara stuttlega, já, kannski ekki beint stuttlega. Við erum búin að fara yfir deildirnar, Tier 1, 2 og 3. Þannig ég held að ég ekki bara vinda okkur í að rúlla yfir breytingar, svona fyrirhugaðar breytingar á næsta tímabili. Það hljómar bara mjög vel. Eins og þetta liggur núna. Það já, við kannski bara vinnum okkur upp eins og við gerum áðan að það verða, Tier 3 deildina, hún svona að mestu leyti verður með sama formi og hún var í ár. Ég tekar samt fram áður en ég rúllaði þessu út mér öllu að þetta með fyrirvara breytingar. Þetta er eins og ég sé þetta fyrir mig núna, en það ennþá, við förum ekki á stað aftur fyrir í september og við erum rétt rúmlega miðjan maí núna.
Þannig að hluti geta breyst, það geta komið uppfæslar á leikinn sem að hafa mögulegur áhrif á uppsetningu og það geta mögulega verið crossfæslu fyrir eitthvað sem ég er að fara að breyta og þannig að þetta er ekki alveg nett í stein en svona það bil. Ég er komið með meitið inn á loft og þetta er svona eins og ég sé þetta fyrir mér. Það er Tier 3 og það er rauninni helsta breytingin þar, eiginlega eina breytingin er að við ætlum að færa okkur af Racing Medium dekkjunum. Við höfum verið Tier 2 og Tier 3 keyrðu á Medium dekkjum í sem sagt á síðasta tímabili sem er þá svona þessi milliharða típa, aðeins grip meiri heldur en hörðudekkin en Tier 3 verður færð niður í hörðudekkin á næsta tímabili með 5-faldri dekkjaeyðslu sem er sambærilegt á við Tier 1. Þannig að það er svona planið er í raun að reyna að samræma svolítið dekkja slitið milli deildana. Það er alveg geggjað, sko. Ég held að það líka verið þá gaman líka að bera saman eins og það hefur verið svolítið erfitt að bera saman hringtíma á milli Tier 3 og 2 og síðan Tier 1 þegar það er keyrt á sömu bílum af því að Tier 1 var alltaf að keyra á hörðudekkjunum á móti Tier 2 og 3 að keyra á medium þannig að og svo mér finnst niðurst að bara breyta þessu í hard. Þetta er líka þú veist þeir sem eru kannski að keyra í Tier 2 og Tier 3 og eru kannski hafa áhuga á því að reyna að koma sér upp í Tier 1 á einhvern tímapunkti að þá ertu ekki að fara að venjast allt öðrum dekkjum. Akkurat. Já, þá líka sérðu bara hvað þú stendur svona mid-season. Já, getur komperað við aðra líka. Bara mjög flott, sko. Mjög flott. Smá unison í þessu. Þannig að ég held að það verði bara, ég alltaf sé ekki fyrir mér að bakka út úr þeirri breytingu. En það er í sjálfu sér eina breytingin á Tier 3, það er dekkin og fyrir utan það að tímabilið vetrar- og vortímabilin verða jafnlöng. Það var í fyrra voru þetta samtal 17 keppnir, það voru 8 keppnir á vetrartímabili og síðan 9 keppnir á vor. Núna verður þetta 16 keppnir tótal, það er 8 keppnir á vetrartímabili og 8 keppnir á vortímabili og í hvort skiptið þá er það í raun 7 bestu úrslit sem gilda. Þannig að það er versta keppnin hjá hverjum og einum mun ekki gilda til stiga. Þannig að þú getur mist úr eina keppni án þess að í raun að hafa þannig sé áhrif á stigakeppnina þína. Og átt þá líka inn í buffer ef þið gengur kannski og tekur þátt í öllum keppnunum en gengur illa í einni keppni að þá er þarna eitt frípass. Þetta er svo sem svipað eins og þetta var bara á síðasta tímabili nema jafnlöng tímabili af því við fækkuðum heildarkeppnunum eina. Þannig verður Tier 3, en eins og þetta verður bara mjög svipað. Svo byrjum við hverjir eru mættir hérna, það eru konur í spjallið. Keflavík TV, sælir piltar. Keflavík TV eru algjörir meistarar. Aðdóndur ykkar. Já. Þetta líst mér vel á, sko. Já, þetta er sko, þetta eru þvílíkir meistarar. Þeir kíkja reglulega inn í spjallið hjá okkur í Tier 1 keppnunum og spjalla um. Þetta eru algjörir snillingar, sko. Það er vel metið. Velkonir, Keflavík TV. Líka frá besta bænum greinilega, sko. Já, svo sannlega. Suðurnesin hafa nú verið áberandi í þessu hjá okkur. Hann er svo Kári til dæmis, þeir eru báðir á Suðurnesunum og Halli og þú Danni og Biggi náttúrulega þeir báðir. Of course. Þannig að það er gaman að því. Já, Jónas Már líka sem er duglegur á spjallinu hjá okkur líka, hann er fangeri. Já, Jónas er náttúrulega, Jónas er þarna á Suðurnesunum líka, þannig að það er eitthvað í blóðinu þarna. Þetta er bílafærin, sko. Já. Þetta er náttúrulega út af því að við nennum að keyra Reykjanesbrautina meðan Reykjavíkingar nenna ekki. Úps. Ævar segir hérna, Ævar er kominn í spjallið líka, segir spurningum að henda þessu lengjuna og byrja að betta á þetta. Þetta er orðið svo játt og spennandi. Já, við þurfum ekki á lengjunu, við bara Betsson bara beint í djúpulögina. Beint og Betsson. Ég tek við mastercardina, ég geti bara lagt inn á mig. Allt þetta borðið hjá Bygga. Nei, þetta er bara gaman að þessu. En þetta er svona, já, þetta er breytingin á Tier 3. Það verður sama breyting á Tier 2, þess að hún fer líka á RH dekk eins og ég svo sem var búinn að segja þarna áðan. Og sama lengd náttúrulega. En helsta breytingin við Tier 2 er að við ætlum að lengja keppnirnar örlítið. Vel gert! Á síðasta tímabili þá var þetta, Tier 2 og Tier 3 voru í nákvæmlega eins uppsettar þannig séð, langmestu leyti. Keppnirnar voru jafn langar og var svona miðað við, þær væri í kringum
kringum 30 mínútur, kringum hálftíma pluss mínus. En núna verður tier 2 aðeins lengur og þær verða svona miða við, þær verða í kringum svona 40 til 45 mínútur. Svona 45 mínútur pluss mínus. Og fyrir vikið þá munum við fara að sjá pit-strategíuna fara að spila inn í. Þú myndir að taka eitt pitstop í 45 mínútna keppni. Þannig að það verður svolítið gaman að sjá það element bætast inn í. Mér finnst þetta svona lógískt skref fyrir tier 2-deildina því hún orðin svo sterk. Akkurat. Að hafa þetta svona, þetta nú hugmynd sem kom uppalega frá honum Hilmari. Hilmar stakk upp að lengja tier 2. Þannig að og mér leist bara mjög vel á það hugmynd og ætla að hrinda henni í framkvæmd. Þannig að þá verður þetta svona ákveðin stigmögnun á deildunum og tier 3 að keyra í cirka hálftíma, tier 2 keyra í 45 mínútur pluss mínus og tier 1 í kringum klukkutíma. Þannig að þegar þú færið upp deild þá verða kröfurnar aðeins meiri eftir því sem færið ofar. Og mér finnst það svona lógískt skref í þessu og ég ætla þá líka að lengja, þannig að eru 2 þjóðlagstuskeppnir eða sem sagt í tier 2 þá var það svo Le Mans var keyrð í klukkutíma og Norðsleipið var keyrð í klukkutíma og ég ætla að lengja þessar keppnir í 90 mínútur. Þannig að það verður aðeins lengra prógram í tier 2. Ég kann að meta, ég kann svona í alvöru tala, ég kann virkilega að meta. Já, það er alveg svona, það hef komið fyrir það sem að hugsa svona einn hringur viðbót hefði geta annarkort skemmt reysið mitt eða hefði geta bara keppt það besta reysið í heimi. Þannig að núna er bara að bíða og sjá. Þetta gefur aðeins meiri buff líka, ef þú lendir í gerir ykkur mistök í fyrsta hringu eða eitthvað, lendir í ykkur vesina, þá hefur maður aðeins meiri tíma til þess að vinna upp. Getur mögulega reynt á ykkur aðeins öðruvísi strategíu, taka kannski pitstopi fyrr og reyna að endurkutta. Þannig að þetta gefur smá auka dimension í deildina og ég held að þetta verður bara mjög spennandi. Já, mér hlakka bara til að pröfa þetta. Þannig að þetta er helsta við tier 2 og síðan er það tier 1 og það verður svolítið tölur breyting á þeirri deild, svona þannig séð. Og það er kannski helsta atriði sem hefur verið í deiglunni hjá okkur. Það er búið að vera svolítið hávær krafa núna að leyfa setup og við ætlum að opna fyrir setup í tier 1. Já, það er ekki það. Heyrðu það fyrst hérna. Það er núna verður, þetta er svona, ég fór að hugsa þetta og ég var nú persónulega alltaf á þeim vagni að hafa setupið fixt. Bara þannig að það væri í raun, þannig væri hægt að æfa sig markvissara fyrir keppnir upp á að þeir sem hafa kannski minni tíma til að æfa sig þurfa þá ekki vera að spá í eða tími að spá í tuning eða eitthvað þannig. En það sem opnaði svolítið augun fyrir þessu er þjóðlagstusmótorinn hjá honum Valla. Bara hann Valli Matt sem var að keyra í tier 1 í Gazoo Racing liðinu. Já, lágvarðurinn. Hann fór á lágvarðurinn sjálfur, konum borinn. Hann fór á stað með svona systurmótoröð, getum við sagt, innan GTS Iceland, íslensku þjóðlagstusmótoröðina sem var keyrt í 2 tíma keppnum einu sinni í mánuði cirka bát. Og þar var hann með opið tuning og það bara var að falla mjög vel í fólk og þó ég tók nú þátt í þeim öllum sjálfu og ég held ég hann keyrt bara pretty much stock í þeim nánast í öllum keppnum. Enda var samt alveg í góðri baráttu og ég sá það að hvort þú ert að spá í tuning eða ekki að þá getur þú náð fínum árangri þegar þú leggur þig fram. Tuningið opnar náttúrulega fyrir möguleikan á fleiri bílum. Það eru bílar sem þú getur mögulega gert sem eru ekkert sérstaklega góðir undir setupinu sem er á BOP-inu og getur þá tunað á til þess að vera sanngirnishæfir. Þannig að þetta svona gæti mögulega séð aukið úrval af bílum á brautinni og síðan náttúrulega bara er þetta náttúrulega efsta þrepið í GTS Iceland sem orðið bara gífurlega sterkur hópur eins og við erum búin að vera að hamra á hérna í þessari útsetningu. Það var einmitt hérna það sem að opna augun bara mínu mitt fyrir tuning. Það var einmitt eins og segir hérna þjóðlagstuskeppni þegar ég var Ferrariinn upp í hendurna, GT3 Ferrariinn sem er alveg notoriously óstabíl bíl og ég vísu að ekki tíma til að tjúna sjálfur en ég fekk hjá honum Hannesi eitt alveg svakalegt tjún og þetta var allt annað bíl sko. Það var bara ekkert mál að keyra. Svo líka Audiinn líka, hann er svolítið
slappið þegar þú slæðir af gjöfinni og dansar hann svolítið. Þú getur alveg komið í veg fyrir það með að tjúna og bæði líka bara dekkjaðisla og svoleiðis. Þú alveg velur hvernig setupið er, hvort þú vilt high speed setup eða bara beygju setup. Það reynda kemur Magnús Ingólfsson kemur með gott point í chatið. Hann spyr með hvað með að hafa grid start. Var það eitthvað sem ég var búin að að segja það. Sko í GR3 keppnum þá eiginlega get ég ekki haft grid start af því að Group 3 bílarnir eru svo rosalega misjafnir af stað. Það eru, og ég held að það myndi hafa í raun þau áhrif að menn myndu velja í raun innskora sig á bílana sem eru með gott launch. Þetta er eins og mjög gott dæmi til dæmis AMG, en ég held að hann sé nú bara einna bestur af línunni og á móti til dæmis Porsche. Porschen og margir aðrir eru rosalega lengi Þess að þú gera þér. Já, þú getur ekki náð eins góðu starti með þeim eins og til dæmis AMG-num og það er ástæðan fyrir ég hef haft rolling start í Group 3 keppnum og það er einfaldlega bara þetta. Það er svo mikill munur á bílunum og það væri í raun hversu fúlt væri það kannski að vera reglulega að ná kannski top 3 í tímatöku en vera alltaf komin niður í, þú veist, 7. og 7. sæti í beygju 1 af því að eru að ná miklu betra starti. Þannig að ég er rosalegur aðdáandi gridstars. Mér finnst það mjög skemmtilegt og mér finnst skemmtilegra sjónvarpsefni. Það er skemmtilegra sjónvarpsefni og mér finnst persónulega miklu skemmtilegra að taka gridstart því mér finnst mjög gaman að startinu að geta þjóðstartað og að viðbrögðin á startinu skipta máli en á sumum bílum að þá skipta það eiginlega ekki máli af því þeir eru svo lengi stað og það er ástæðan fyrir ég hef ekki haft gridstart í Group 3 en það verður áfram gridstart í hinum keppnum í Group 2, í Superformula og reyndar ekki í LMP1 af því að LMP-keppnir í alvörinu þeir fara náttúrulega alltaf á stað í rolling. Akkurat. En í Superformula og Super GT, Group 2, það verður áfram gridstart eins og var í fyrra. Annað með tuning sem ég ætlaði að spyrja á því, er allt tuning, þú mátt tjúna girkassan, drifið, allt átið? Já, BOP verður náttúrulega á, þú getur ekki fara að kukka í power og weight, en í raun að tuning verður bara opið, þannig að þú getur farið í gírununa, þú getur farið í fjörununa, í hvað kallast það á íslensku, LSD, sliptir Já, drifið. Já, þú getur farið í þetta allt saman og krukka í því. Þannig að þetta er svona kannski, þetta er ein af 2 stórum breytingum í Tier 1. Ok. Þannig að það ég held að, eins og mér finnst þetta lógisk breyting, þetta er bara að þú ert komin í efstu deildina, það er mér mjög eðlilegt að það séu mikla kröfur og margt að hugsa, þannig að ég hef, það er eiginlega valla að þakka svolítið að þetta opnaði svolítið augun hans fyrir þessi tuning og hvað það getur verið skemmtilegt. Þannig að við höfum tuning á í Tier 1. Þá skora ég á Valla að næsta tímabili af Með nota gridstart. Já, nota gridstart. Þurfum að sjá hvernig það gengur. Það væri forunlegt að sjá hvað gerist á 2022-2023. Já. En næsta breyting í Tier 1, það er hugmynd sem við viðruðum fyrir þetta tímabil og þeir sem hafa verið að keyra í daily raceunum hafa tekið eftir að eins og í Race C og í FIA keppnunum að þá eru mandatory dekkjagangar svo verður að nota. Þú þarft að nota Racing Hard og Racing Medium í keppninni og ef þú gerir það ekki að færi penalty. Og ástæðan fyrir að, þetta er eitthvað sem við ræddum á síðasta lokahófi og þegar við vorum að plana þetta tímabil sem er núna nýliðið, þá vorum við með þessu hugmynd á borðinu en við erum hættum við hana af því að það er engin leið að monitora þetta. Þannig það er engin stilling í lobbyinu sem hægt er að virka þannig að þú verður að nota þessi dekk og fái refsingu. Þannig að það væri eina leiðin til þess að 100% framfylgja þessari reglu væri að skoða replayið og fylgjast með öllum keppindunum hvort það tæki örugglega bæði dekkin. Og það bara var eitthvað sem manni fannst vera bara eiginlega ómögulegt og alltaf mikið vesen, þannig að við ákvæmum bara nei, við verðum bara á harddekkjum. En þessi hugmynd var viðruð á ný og það var hann Ingvar sem kom þessar umræði svolítið að staða aftur að leyfa, hafa þetta svona og við ákvæmum bara, ég ákvæm bara, við ætlum bara að slá til og hafa þetta að þú verður að nota í öllum keppnum, þá verður að nota Racing Hard og Racing Medium á einhvern tímapunkti og
Þetta náttúrulega, og sérstaklega núna eftir að pitstoppin eru þetta löng, að þá ertu ekkert að fara að hoppa inn á, taka eitt hring á hard og fara svo á medium. Nei, Þú tapar akkurat. svona tíma í pitstoppin, þannig að þú þarft að spá í hvað ætla ég að taka langt stint á hard, ætla ég að keyra all out, taka 2 stint á medium og 1 á hard, eða þetta opnar svo rosalega mikla möguleika í pitstrategíu og sem að gerir þetta bara ennþá meira spennandi. Þannig að það er En svo er annað. Getur þú tekið qualifying á hard, eftir dekkinu sem þú tekur qualifying á, byrjar á þeim í racinu? Ef maður byrjar á þeim dekkjum sem maður er með stilt í car settings, þannig að ef maður ætlar að byrja til dæmis á hard, það var alltaf þannig, maður þarf að prófa þetta núna í... Já, það er ennþá þannig í lobby, sko. Já, ég held það nefnilega, þannig að þú þarft þá í raun að byrja tímatökun á hard, fara inn í pittin, taka medium dekkin og keyra svo tímatökun hring, sko. Þannig að það er svona, ekki nema maður geti, ég veit ekki hvað gerist ef maður fer í exit, hvort þú getur farið þar í settings og breytti, en þá held ég að þú byrjir á þeim dekkjum líka, sko. Ok. Þannig að Við þurfum bara að taka testa það er því. eitthvað sem við þurfum bara aðeins við þurfum bara að taka test og vera með þetta alveg á hreinu. En það er svo sem hefur ekkert breyst að við getum ekki 100% framfylgt þessari reglu, en við ætlum bara treystum á keppendur, það er svo sem maður þekkir orðið nokkurn veginn allan hennan hóp og ég getum alveg sagt það, ég hef núll áhyggjur af því að einhver sé að fara að reyna að svindla á þessu. Við munum kannski, já, þið í útsendingunum munum kannski svona hafa eitthvað auga með þessu og síðan ég mun skoða eitthvað rýpli líka til að svona taka stikkprufur og maður svona reynir að framfylgja sig eins og hægt er og ef að það verða bara mjög strangar refsingar, ef ykkur er staðinn að þessu þá missar hann öll þau stig sem hann fékk í þeirri keppni og mun fá líka ykkur refsistig og mögulega kannski keppnisbann í eina keppni eða eitthvað alveg. Þannig að það verður, ég er ekki alveg búinn að það verður, já, ef að ykkur verður gripinn við þetta þá er það að vera mjög hörð viðurlög við því. Keppnisbannið væri kannski eitthvað eða það væri seinna broti eða eitthvað svoleiðis, það myndi gera þetta 2 keppnir, skilur. Já, Eða það þannig. kannski Ég er kemur búinn ekki fram sjálfur, oft mun kannski einn og einn lenda í því að gleyma þessu, þá eru bara stigin ógild þá eða eitthvað svoleiðis. Já, Gleymir að skipta í hard þá, eða eitthvað þannig. Ég er ekki komið með refsireglunar niður neldar, þetta voru svona bara einhverjar, en það er svo sem væri alveg sniðugt að vera með að núlla út stigin og kannski mögulega smá refsistig og ef þetta gerist aftur þá gerist það að færa aftur refsistig og aftur tapar í stigunauðinum og mögulega þá keppnisbann líka. En þetta er eitthvað sem ég á bara hef engar áhyggjur af því að þurfa að nota. Nei, akkurat. Það er enginn að fara að svindla þessu, ég hef ekki von á því. En maður mun alveg fylgjast með því og tekka bara svona til að vera viss. Akkurat. Þannig að þetta eru 2 stærstu breytingarnar og báðar þessar breytingar eru að gera deildina, hvað maður að segja, það er bara fleiri hlutir til að hugsa um, meira til að spá í fleiri hlutir upp á strategíur að gera, hvernig þú vilt taka þína keppni. Þannig að þetta ættir að vera mjög spennandi. Við munum að sjálfsögðu taka einhver test í sumar. Byrjum við aðeins að kíkja hérna, það er eitthvað Þannig, þú ert á BMF, ekki Mustang. Þórður segir hérna, rolling gefur samt svo mikið forskot ef það er svona langt á milli og ómögulegt að vera gæinn sem að startir í beyginu á eins og Laguna, eins og ég gerði og Suzuka og fleira. Já, það er alveg góð punktur líka, það eru sumar brautir, sérstaklega, ég held að Spa sé langverst með þetta, fyrsta sætið byrjar með heilmikið bil. Forskot, já. En ég held mig samt við rolling startið í grúp 3 af því að það er líka mjög mikill munur á með fyrsta sanngjarnara heldur en gridstartið, sko. Já. Og þetta kemur, ég er mikill aðdáandi gridstarts, mér finnst það skemmtilegra svona almennt, en í þessu tilviki þá ætla ég að halda rolling startinu og það verður, Ívar spyr hérna verður gridstart í tier 2, nei það er tier 2 og tier 3 er áfram að keyra grúp 3 bíla og það verður áfram rolling start. Ok. Jónas Már segir hérna við áhorfendur getur fylgst með dekkaskiptum, það er reyndar alveg góða punktur líka, það er þeir sem eru að horfa ef einhverju rekur sig á það að einhverju taki Minnast á það kommentuna? Já, ef einhverju rekur sig á það, þá er ekki auka dekkaslit með því, spyr Hannes. Ég held að
fimmfalt dekkjaslita eigi raun að vera alveg nóg. Eins og í mörgum keppnum þá ef maður tók maður var að taka kannski 1 stopp á harddekkjum og dekkjum voru orðin ansi tæp, þannig að ef maður tekur hérna kannski fyrri helming keppninnar á hard, þá ertu aldrei að fara að ná, held ég, almennilega heilum helming á mediumdekkjunum. Nei, akkurat. Nema að taka sénsinn og þurfa þá virkilega að spara dekkin til þess að sleppa við að taka aukastopp, og ég held að fimmfalt dekkjaslit sé bara mjög fínt. Já, það er í raun og veru bara, ég er mjög sammála því, sko. Ég held að miðað við hvernig harddekkin voru að eyðast á síðasta tímabili, já, þá held ég að það sé bara mjög fínt, en við getum að sjálfsögðu tekið ykkur test og svona í sumar. Við eigum nú eftir að þó að tímabilið sé búið, þá eigum við nú alveg eftir að keyra eitthvað saman í sumar. Það er engin spurning. Akkurat. Þannig að það er allt svona feedback er alveg vel þegið. Þú veist, það er, þó ég sé alveg harður á ákveðnum breytingum sem að ég ætla að, eins og með setupið og nota bæði dekkin, að ég er ekki að fara bakk út í því. En svona smærri atriði sem að eins og dekkjaslitinu, ef einhver eru búin að taka test og er ekki að sjá þetta vera að fungera, þá er ég alltaf opinn fyrir að hlusta á svoleiðis, og ef það er eitthvað sem okkur finnst meika sens að breyta, þá er það alltaf opið, sko. En síðan eru fleiri breytingar á deildinni, þó það séu kannski ekki eins róttækar og þessar tvær. Það verður aðeins stokkað upp keppnisflokkunum. Það verður megin áherslan á grúp 3. Það er sérst verða 16 keppnir eins og ég talaði áðan, ekki 17 eins og í fyrra. Og af þessum 16 keppnum og þá verða 10 keppnir á grúp 3. Á móti, ég held að það verið 7 keppnir í fyrra, eða þetta tímabili. Grúp 2 verða 2 keppnir, Superformula 2 keppnir og grúp 1 2 keppnir. Þannig að við erum að droppa út í raun one-make keppnunum. Já. Það sem að bara Superformula, eins og ykkur bent á, þetta verið Hannes sem að bent á það, Superformulan er náttúrulega teknilega sé one-make keppni, þetta er spec race. Og það var svona, já, ég er kannski bara svona skrítinn. Mér fannst þetta one-make keppnina mjög skemmtilega að keyra svona öðruvísi bíla, en ég held ég hafi verið í minnihluta með þá skoðun. Og maður hlustar á hópinn. Þannig að mér líst bara mjög vel á þetta. Grúp 3 náttúrulega það er lang best balanseraði flokkurinn í leiknum. Það eru mikið af bílum í boði og almennt finnst mönnum skemmtilegast að keyra þessa bíla, þannig að þetta er bara mjög lógist, finnst mér. Já. Það er líka rosalega mikið fókusað á þessa bíla. Já, þessa og GR2 svolítið, en GR3 er svona nummer 1 í þessum leik, myndi ég skjóta á, sko. Já, það er aðalflokkurinn í þessum leik, sko. Það er mest notaður. Rækkur nú nokkar ringi hérna, þannig að maður hefur ykkur til að fylgjast með. Ég ætlaði nú að fara að keppa við þig. Ég kom hérna á bílnum sem við byrjuðum á og ég ætla að sjá hvor bílinn er betri. Hvort er bílinn sem við völdum seinna eða erum á núna. Ætlaði að koma á sín okkur. Hilmar segir hérna í spjallinu, er hægt að keyra í GT Sport upp í Akademíu? Það er ekki hægt. Nei, það er keyrt á... Þá styður hvort það sé... Man ekki hvort það sé PlayStation yfir höfuð eða hvort að Gran Turismo styðji ekki svona motion platform. En það er hægt að fara hérna í Project Cars og iRacing og Assetto Corsa og eitthvað fleira. Mæli með fyrir það sem hafa ekki farið upp í GT Akademíu að gera það. Það er alveg æðislegu staður. Þetta er alveg bara top of the top, sko. Þetta er svona alvöru, sko. Já, algjörlega. Þú situr í motion riggi sem að finnur fyrir hverjum kanti sig og keyrir á með alveg bara professional stýri, og síðan er hann Hinrik sem að sér staðinn, alveg topp náungi. Ég mæli með að kíkja í Akademíuna ef þið hafið áhuga á kapastri, og já, hvort þið áhuga á kapastri eða ekki, bara æðislega staður að kíkja á. Eva segir hérna, nei Guff og Danni, ekkert sorry, ef þú gleymir þá er það þitt mál. Ég held ég reikna með hún sé að tala um dekkjamálin. Við höfum bara eftir að útfæra þessar refsingarnar í kringu það. Eins og ég sagði á hann, þetta voru bara svona hugmyndir og það er ekkert ákveðið þar ennþá. Ég hef eftir að niður negla regluverkið svona final fyrir þetta. Það verður nú ekki alveg strax. Þetta eru svona helsta atriði. Hilmar í sinna minna hérna go-kart mót á laugardaginn.
hann ætlar að vera með lobby að keyra go-karts. Við vorum að keyra go-kart á mánudaginn, sem var mjög gaman. Þannig get ég eitthvað aðstoða. Afsaki. Þú tekur ekkert fram Heyrðu, úr á svo er þessum kafla. Út á kraftminni bíl. Já, Það er ein breyting í viðbót sem ég var aðeins búinn að hinta áðan, og það eru sem sagt svona færri með öruggan keppnisrétt. Það verða núna bara eins og í Tier 2, og þá er þetta bara top 3. Þannig að efstu 3 í Tier 1 á næsta tímabili, að þeir verða öruggir áfram fyrir tímabilið þar á eftir, og rest þarf að fara í tímatökur. Já, það verða efstu 3 væntanlega og svo líka 2 úr Tier 2. Já, ég er sérst að tala úr Tier 1. Þannig eins og núna eru 8 manns úr Tier 1 sem eru öruggir áfram ef þeir vilja. Já, þannig En að í úr Tier rauninni 1 það sjálfum verða það bara... Það verða í rauninni 5 örugsæti í Tier 1 og rest tímataka eða ekki? Jú, það er rétt. Það er að segja ef að Tier 2 sigurvegarar ákveða að fara Það í... nýta sér keppnisréttin. Já. Þannig að það verður þannig. Þannig að, þannig að þetta cover, við erum aðeins að falla á tíma. Ég er að bláða mikið held ég. Það er kannski spurningum að fara að kynna þá brautina sem verður fyrir tímatökuna? Jú, það er loka atriðið á dagskrá hjá okkur. Það er tímataka, fyrirkomulega á tímatökunni. Þetta verða 3 sesjón sem að verða, dagsetningin er ekki alveg orðin final. Þetta verður snemmi í ágúst. Gerir ráð fyrir því að þetta verði 9. mánudag, þriðjudag og miðvikudag, 9., 10. og 11. ágúst. Það verður tilkynnt síðar í hópnum. En þetta verður sem sagt eitt kombo fyrir báðar deildir, Tier 2 og Tier 1, þannig að þú þarft ekki að vera að æfa 2 kombo ef þú kemst kannski ekki inn í Tier 1 og vilt reyna við Tier 2. Þetta er bara bara ein tímataka. Það verður keyrt á braut sem að flestir ættu nú að kannast vel við. Það verður keyrt á Spa og það munu allir keyra á Mazda Atenza Group 3. Ástæðan fyrir ég valdi þann bíl spyrja kannski einhverjir að það, en það er í raun ég ákvað að velja bíl sem að ég veit að er ekki mikið keyrður. Ég held ég hafi nú bara aldrei séð keppanda hjá okkur keyra á möstunni. En þetta er samt sem áður mjög fínn bíl að keyra. Hann er stabíll og það er þægilegt að keyra hann. Þetta er ekki bíl sem maður þarf að temja eitthvað brjálæðislega eins og Lamboinn eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það mun allir í raun þurfa að venjast bílnum og keyra allir sama bíl með læst tuning, BOP on, dekkjaeyðsla verður á einum, engin bensíneyðsla. Þetta verður bara þannig að því litið til svipuð uppsetning eins og tímatakan í fyrra. Þannig að núna hafið þið frá deginum í dag þegar þið hafið 2,5 mánuð til að keyra. Eitthvað? Það er eitthvað að keyra. Hann Hilmar spyr af hverju verst í bíllinn og ég held að það sé mjög einfalt svar fyrir því að það keyrir engin versta bílinn, þannig að það er allir að koma að sama pott þarna. Hann er nefnilega, maður sér hann ekkert mikið í eins og í daily raceum eða þannig. Hann er kannski ekki eins hraður og aðrir, en það er mjög þægilega gott að keyra hann. Þannig að það er eitthvað sem ég hafði í huga líka. Ég vildi ekki vera með einhverja ótemju á brautinni. Það gerir þetta svo gott að þetta er sami bíllinn hjá öllum, þannig að þú veist, ef þetta væri í alvörinni versti bíllinn, þá væri þetta versti bíllinn fyrir alla, þannig að það breytir því ekkert að hann er ekkert betri hjá einhverjum einum heldur en hinum, sko. Nei, hann sitja allir við sama borð í þessu og eins og ég valdi bíl sem ég vissi að fólk er ekki að keyra, en samt bíl sem er þægilegt að keyra, þannig að þetta verður bara mjög gaman að fylgjast með. Þannig að það verður, ég mun tilkynna, eins og ég sagði, ég er ekki búinn að negla niður dagsetninguna ennþá. Þetta verður hérna, ég gerir ráð fyrir svona 90%, þetta verður þessir 3 dagar, 9., 10. og 11. Og það verður þá verða klukkutíma sesjón, hver sesjón, og ég mun setja upp skráningu í þetta bara og þá getur maður deilt fólki á þessi sesjón. Það fyrir eftir bara hversu mikil þáttakan verður. Þú getur ekki tekið þátt í fleiri en einu sessjóni. Þú getur ekki tekið þátt í alla 3 dagana. Þú í raun tekur 1 sessjón og ert þá bara búinn. Ef að enginn á þessum 3 dögum gengur upp
að þá getur þú tekið tímatökuna fyrr, þá hefur bara samband við mig og við finnum bara tíma. Þú getur samt ekki tekið hana eftir á. Þannig að eftir að síðasta official tímatökusessjónið er búið og þá er það bara búið. Þú getur ekki tekið það eftir það. Akkurat. Það er verið að spyrja hérna setting á spa, hvaða time of day. Það verður, ég leiði Danna að velja það hérna þegar hann var að setja upp lobbyið. Já, og það er... Já, 12:00. Það er bara fyrir þá sem að hafa áhuga að joina, þá er ég búinn að setja upp tímatöku lobby, bara svona æfinga lobby fyrir þetta og það verður hægt að joina þetta lobby bara ef þið eru með mig að vinna listanum, Danni var að fatta og hérna þið getur seifa stillingarnar síðan bara í gegnum lobbyið ef þið viljið síðan fara að æfa eftir það í innrúmi. Þannig að þetta eru svona helstu stillingar sem maður þarf að hafa í huga. Ég er bara, það er dekkjaeyðslan er stilt á 1 og það er bara til þess að því að dekkja mótilið í leiknum haga sér aðeins öðruvísi ef þú ert ekki með dekkjaslitið á. Þannig að þess vegna er ég bara með það á 1, þannig að dekkjaslit í sjálfu sér verður ekkert vandamál en þú ert þá með proper tire model svona eins og það gerist best í leiknum. Fuel depletion er af, þannig að þú ert alltaf á jafnþungum bíl sama hvort þú ert að taka outlapp eða 20. hring. Dekkin verða racing hard, ég myndist ekki á það áðan. Shortcut penalty verður á strong, þannig að þið verður að passa ykkur upp úr rús, eða upp úr radíón þar að segja. BOP on, tuning verður læst, þannig að þetta eru svona, þetta er þessar venjulegu stillingar sem við erum að vinna með. Grip reduction stillingin verður á real. Þannig að ég mun posta þessu í grúppuna væntanlega bara í kvöld eða á morgun. Þá mun ég posta, ekki í kvöld, ég mun líklega posta bara seinna í vikunni þegar ég er búinn að ákveða dagsetninguna. Þá mun ég posta nánari upplýsingum. En það er allavega hægt að byrja að keyra. Og ég er mjög spenntur að sjá hvernig það fer út. Þetta er löng braut, Spa er uppáhaldsbraut margra. Ég held að flestir eigi að þekkja hana nokkuð vel. Mjög fínt líka að fá hana í leikinn finally. Já, loksins, við þurftum að bíða vel eftir því. Þannig að gera notana. Og það verður, þetta er löng braut og þú ert með nánast allar gerðir af beygjum í þessari braut. Þú ert með hairpin, þú ert með S, þú ert með hraðar afleiðandi beygjur. Þannig að það er alls konar í þessu. Þetta reynir á allt spektrumið. Þannig að þetta verður bara fyrir. Það er einhverjir að koma hérna inn í lobbyið. Jónas er kominn. Hilmar er kominn aftur. Hann var nú farinn á hann, var það ekki? Þannig að þetta leggst vonandi bara vel í fólk. En það er allavega sama hvað mönnum finnst og þá, eins og við sögum, þá munu allir sitja við saman borð. Það er allir að keyra sömu brautina í sömu skildirum á sama bíl með sömu uppstillingu. Og þetta er svona neutral bíl, þannig að það eiga allir að geta náða völdum á honum. Það er alveg frábært, en eru þetta þá ekki bara fullkomin orð til að ljúka þessari útsendingu? Ég held það, klukkan er dett í 11, við erum bara akkurat á tíma. Ég hef sjálfsög ekkert við þetta að bæta þannig, einhver loka spurning í spjallinu. Ég langar bara til þess að koma því að eina ferðin enn alltaf þegar ég er með þér í þessari útsendingu. Ég bara þakka kærlega fyrir að hafa frumkvöðlan að því að starta þessari grúppu og halda utan þetta svona meistaralega vel eins og þú gerir alltaf. Já, ég tek alveg undir því með Danna, sko. Þetta er bara, eins og ég hef oft sagt að þegar ég byrjaði með þetta það byrjuði árs 2018 sem við tókum fyrstu keppnina og ég var að byrja að karfa í þessu. Þá vorum við 12 og vorum bara, næstu því helmingurinn var ég pluss vinnufélagi mínir. En síðan er þetta bara búið að stækka og vaxa og áhuginn að aukast og konur hérna núna á Stöð 2 e-sport fyrir ykkur sem eru að horfa á þetta þar. Og bara, þetta er bara vaxið og er ennþá að vaxa og dafna. Þannig ég er bara mjög þakkláttur fyrir að hafa hrint þessu loksins að stað. Þetta var hugmynd sem ég fékk 2012 upphaflega, sko. Svo nefndi ég ekkert að spá í því, sko. Þannig og ég er bara mjög ánægður með og kannski fyrst við erum á þessum nótum þá langar mér líka bara að þakka ykkur strákar fyrir að nenna að standa í þessu að sjá þessar útsendingar alltaf og bara ég mikla þökk fyrir það. Ekkert mál. Hafi staðið ykkur bara gífurlega vel í þessu. Takk fyrir það. Þessum 10 útsendingum og ég er bara algjör snild að hafa svona topp menn í krúinu. Mér langar líka að þakka honum Hannesi fyrir, hann hefur verið
duglegur að fylla í skarðið þegar ég hef ekki náð að vera með í Tier 2 og 3 útsendingunum hérna á YouTube-inu hjá okkur og hefur nú verið með mér, var með mér í bara, þegar ég var þá var hann yfirleitt alltaf með líka, þannig að hann hefur verið mjög duglegur að halda þessu lifandi með mér. Og svo náttúrulega Valli fá líka sérstakt hróskilið fyrir að henda þolagsturinn á stað sem að hefur búið að auka framboð af kappakstri í grúpunni. Bara náttúrulega Valli algjör snillingur, búinn að koma líka hafinu, hann er náttúrulega aðalmaðurinn í hafinu í fiskverslun og búinn að koma að þeim inn í deildina líka sem styrktaraðila og fyrir, já, og á þeim nótum þá þökkum við aftur styrktaraðilum okkar fyrir að vera með. Já. Og náttúrulega ykkur keppendum öllum, náttúrulega þessi hópur væri ekkert án keppendana og þetta er allt saman eintómt úrvalslið. Þannig að ég bara mjög þakkláttur fyrir hvað þetta hefur orðið að, sem er orðið miklu meira en ég átti nokkuð tíma von á. Þannig að það er bara geggjað og ég hlakka mikið til að keyra og já, keyra með ykkur aftur í haust. Já, sömuleiðis. Þá er það bara, þá er þessu bara lokið hjá okkur í kvöld. Ég segi bara takk hérlega fyrir útsendinguna, já, og fyrir áhorfendur og að taka þátt í spjallinu á YouTube þeir sem að gera það og gleðilegt sumar. Það held ég segi bara Gleðilegt sumar. Komið að því, við sjáumst aftur í haust. Við gerum það, 8. september, fyrsta keppni, 7. september. 7. september, fyrsta keppni og það er Tier 1 keppnin Tier 2 og 3. Já, Nei, Tier 2 og 3, þetta verður áfram sama plan. Já, það er rétt. En 8. september er þá fyrsta Stöð2 e-sport og Tier 1 útsendingin. Passar. Herru, þá ætlum ég bara að setja hérna á endscreenið og fá sponsorana aðeins sem er smá screen time. Já. Og bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma með í þessa útsendingu. Já, bara takk fyrir mig og það var fín kvöldstund. Herru, svo bara reis on, tökum æfingu á spa núna í kvöld. Já, ég ætla að keyra aðeins á stýripinnanum. Já. Herru, við segjum þetta gott. Takk kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst í haust.